Góðan daginn, góðir hálsar. Við Íslendingar höfum alls konar aðferð við að heilsast. Góðir hálsar eru eitt af þessu. En ætli við segjum ekki oftast nær góðan dag eða bara hreint og beint hæ. Og það fer alltaf jafn mikið í taugarnar og sumum. Fer það í taugarnar á þér. Ef að það fer í taugarnar á þér og einhverjum öðrum, það er vegna þess að hjartað er ekki alveg í lagi. Það er svona afskiptasamt gjörðir annarra. Og þá má spyrja, hvað er þá frelsi mannsins til athafna og verka? Ef afskiptasemi mín vill stinga svolítið í náungan sem að segir hæ við mig. Þetta er afskiptasemi. Og afskiptasemi í garð annarra mann og kvenna er ekki leið hjálpsemi. En það er einmitt það sem að Drottinn endilega vill að við rækjum og sýnum af okkur í verki. Það er þessi hjálpsemi. Ef við erum hjálpsamt fólk, mörg okkar eru þannig, við verum að vera sanngjörn, þá verðum við nú aldeilis að feta í fótspor lifandi Guðs. Því hver er hjálpsamar í honum? Hver kemur á augabragði þegar maður eða kona hrópar að ég tala ekki í neyðsinni? Hver er þá komin á augabragði? Hann heitir Jesús. Það því hann er hjálpsamur. Hann er ekki að agnúast út í einn eða neitt og hann segir hæ. Ég held að hann sé alveg saman það. En okkur er kannski ekki alveg jafn mikið saman það. Að því sum okkar viljum hlutast til gjörðir annarra mann og kvenna. En þá er nú líka gott að athuga stöðuna, vera svona sanngjarn í sín eigin garð því að og niðurstaðan er nú vituð að hvert og eitt okkar hefur alveg nóg með sjálfan sig. Þannig er það nú í flestum tilvikum að hvert og eitt okkar hefum alveg nóg með sjálf okkur. Og þannig er það nú líka, þetta er gott ráð, gilt og gott ráð. Ef við höfum ekkert gott að segja, þú veist restina, þá er best bara að þegja. Þannig að við sjáum að lífið þarf að krefja okkur hellingsvisku. Allt svona, og margt annað þetta líka, byggir upp og segir við mig, Konráð, notaðu viskuna í samskiptum við aðrar manneskjur og þegar maður er komin á stað trúarinnar þá vil trúin byggja upp í okkur þennan merkilega kærleika og kærleikurinn í Jesú nafni fyrir að bera umhyggju fyrir náunganum. Og þá fyrstist hann ekkert við þó einhver svari með tækjast á orðinu hæ. Eða verði glaður þegar einhver heilsar honum með orðunum góðan daginn, góðir hálsar, eða bara góðan daginn. Þetta eru allt saman kveðjur sem settar eru fram í kurteisisskyni. Við verðum aðtúa það að sumir hafa vanið sig á það að svara engu svona. Sumt fólk, þú þekkir það fólk líklega og ykkur er líka, væntanlega, bjóða aldrei góðan dag. Þeir strunsa bara framhjá öllum. Mikið að gera. Já, ok, þetta er ekki það sem við ættum að gera. Þá er allavega betra að segja nú bara hreinlega hæ.
Svo getur mann farið í rúllandi fílu yfir því að heyra þetta hæ einu sinni enn. En hvað ætlar að gera í því? Slítaði vináttu við þessa manneskju, þessum hæjara? Eða stilla honum yfir vegg og segja, ef þú býður mér ekki næst góðan dag eða segir við mig góðir hansar, þá er vináttu okkar á enda. Og hvað ætli hæjarinn gerir þá? Þá bara er hann á enda. Þannig er það nú líka, kæru vinir, að við tökum ákvörðun hvert fyrir sig. Og ef ykkur vill að vinátta endi, þá bara endar hún. Það er ekkert að ráða neitt við það. En enda hún hjá mér, segjum það. Það þarf ekkert að vera. Enda hún hjá viðkomandi. Já, svo sagði hann allavega. Ég veit ekki meir. En núna er ég ekkert að tala neitt um sjálfa mig. Ég bara taka svona mynd af lífinu sem við þekkjum öll. Við þekkjum öll þessa smámunasemi sem er að grípa hvort annað, sem að ég segi er ekkert af neinu nema bara afskiptasemi. Fólks sem hefur gleymt því, kannski aldrei pælt í því, að hvert og eitt okkar hefur yfrið nóg með sér sjálft. En við getum og eigum að gera, sem eigum Guð að ráða hvort öðru heilt. Ég held að Drottinn sé ekkert með neina smámunasemi yfir þessu hægi okkar sem kveðju. Hann er honum með miklu meira umhugað að horfa á hjartað og sjá að þar standi skýrum stöfum Jesús. Hann er ekkert að hugsa neitt nema þetta. Hann vill að við notum þennan dag til þess að rækta upp samfélagið okkar við Jesú Krist. Hann vill að við göngum fram í trú okkar á Jesú Krist, af því að það er hann sem dó í mannsins stað. Það er hann sem kom í nýja sáttmála. Það er hann sem gefur heilagan anda og það er hann sem sér að heilagur andi sé þetta virka afl í hvort sem er mér eða þér. Og með þessu kemur allt sem að til góðs má verða. Eitt sem kemur er þessi stórmerkilegi kærleikur sem Drottinn sýnir mér og hefur leyft mér að finna hjá sér. Og ég hef staðið með þeirri hugsun að geta miða við kærleika Drottins og kærleika minn. Hvað sé ég? Gríðarlegt bil á milli míns kærleika og Drottins kærleika. Kærleikur Drottins, hann bara er. Þú getur komið inn í hann hvenær sem þú vilt og þú getur upplifað þennan kærleika hans hvenær sem þú vilt. En þetta er ágætt finnst mér, ég náttúrulega tala bara fyrir sjálfa mig, að fá þessi viðmið. Ekki til þess að berja á sjálfum sér, það er nú ekki minn siður og það hef ég aldrei gert. Heldur til þess að bara sjá hvort maður þurfi ekki á honum þessum Jesú að halda. Svo sannarlega þarf maður á honum að halda og það skal ég fyrstur viðurkenna og ég ætla ekki að veiklast í því í þessari staðhæfingu. Við þurfum á honum að halda. Já, gangan hefur staðið í áratugi og fleiri áratugum hjá einum en öðrum. En þetta er dagur sem Guð hefur gefið, Drottinn hefur gefið. Og þetta er dagur freistinga, tækifæra, alls konar áskorana sem við verðum að vega og meta.
Þess vegna hvetjum við menn alltaf til þess að ganga veg orðsins áður en þeir gera nokkuð annað í morgunsárið. Þá eru þeir konur með svona nokkuð góða tryggingu fyrir því að gangan, hún verði með Jesú. Og þá líka rifjast upp mörg orð sem að Drottinn segir, eins og til dæmis það að þér getið ekkert gjört án mín, alls ekkert gjört. Sjáu þið aflið sem við erum að boða. Þetta afl er til staðar. Þetta afl mun virkja í þér trúna og trúin þín svolgra þetta afl í sig og verða þetta virka afl í þínu hjarta og mínu hjarta svo að fjöll jafnvel færist úr stað. Þetta býr í þér og þetta býr í mér. Þannig að við ætlum ekki að vera lengur samt fólk og láta að fara í pirrurnar okkar þó einhver segi hæ. Það er orðið svolítið svona veikburða í því vegna þess að þú gefur honum alltaf svo svakalegt auga. Við ætlum að deyja öllu þessu. Og að því að ykkur vill nota þetta orð, tveggjasta orð, þá segjum við bara, leifum honum það bara. Þetta er ekki hættulegt. Þarna sjáum við mun á afstöðu. Við sjáum hvor afstæðan er betri. Ég hygg að við séum sammála að leyfa bara manni sínu að gera þetta, sé betri afstæða hinni að pirrast. Að pirrast yfir einhverju einföldu sem að aðrir gera, eins og við vorum að tala er ekkert af neinu nema anga stjórnsemi. Og þá deild finnurðu ekki í ranni lifandi Guðs. Hann er ekki stjórnsamur. Hann er með frelsið og skilur best allra orðið frelsi. Hann sagði, nefndu nafnið þitt, ég gaf honum frelsi. Ég gaf henni frelsi til að velja. Og viðkomandi einstaklingar velja. Og segja þess vegna næst er þið heilsaðir, hæ, og núna krumpast ekki lengur á þér andlitið vegna þess að þú ert nú aðeins farin að vitkast og það er okkur ætlað. Okkur er nefnilega ætlað að vitkast. Þess vegna líka eigum við trú. Hún er til að við vitkumst. Og það er gott að vitkast. Og það er líka gott að vera vitur manneskja. Er einum gefnir meiri hæfileikar og geta til þess að vitkast? Til að þar séum við öll jöfn. Eins og á svo mörgum öðrum sviðum. Við erum svo á mörgum stöðum, kæru vinir, jöfn að öllu leyti. Og ég segi það, ef einn getur það, þá getur þú það líka. Ef einn getur hrundið af sér freistingu í sinni trú, þá getur þú það líka í þinni trú. Án trúar, án mín geti þér alls ekkert gjört, Kristur er trúin. Þannig hann er í raun að segja, eigðu til trú, og þá væni minn gerir þú allt sem þú vilt. Getur þú gert allt sem þú vilt, ég veit að núna alveg krumpast á þér andlitið vegna þess að þú segir, það var hann ekki að hreinka. En það er einmitt það sem að trúin og trúagangan gerir, fræðslan og það allt saman. Þú veist að þú átt ekki að synga og þú veist líka
að þú ert hættur að synda. Er það gerlegt? Ég spyr þig, er það gerlegt? Kristur sagði við hórsöku konuna, synga ekki framar. Þegar við munum að þátt að grýta hana konungur Egil fyrir hórdóm sem hún var staðin að. En hann sagði, ég dæmi þig ekki heldur, svo skildi hann við hann með þeim orðum, synga ekki framar. Með öðrum orðum, maður þarf ekki að synga. Að synga er val. Og nú komum við aftur að frelsi hugans. Það er hann sem velur fyrir sig að synga. Að synga er ekki andlegt verk. Að synga er holdsins verk. En Drottinn segir að við skulum deyja holdinu. Við skulum ekki leyfa því lengur að ráðskast með okkur. Og svo kemur hæjarinn sem alltaf krumpaði andlitið á þér og setti í smá vondskap og hann segir sitt yndislega hæ og þú segir bara hæ á móti. Bauðst alltaf góðan dag bara til þess að hinn læri því. En svo ertu komin á þann stað, maður leifum honum bara að segja þetta er allt í lagi. Og við sjáum þarna afstöðu mun. Gamli stjórnsami gaurinn er nú komin til hliðar og hinn sem er eilítið meira tillitssamur tekinn við. Sami maður. Og geti einn þetta, getur þú það líka. Sami maður getur nefnilega breyst sér alveg helling. En það gerist ekkert fyrr heldur en hvort sem er ég að þú sjáum. Þetta er svo merkileg hugsun að tala að sjá til að eitthvað gerist. Við skulum tala bara okkar yndislegu galla sem eru nú litlir af vöxtum og smáir. Við sjáum miklu meiri galla í öllum hinnum og við erum glöð með það. En við höfum nú unnið bug á þessu smáræði okkar hverju eftir öðru, eða ekki? Einn og sami maðurinn. Hann hefur unnið bug á alls konar svona ósiðum, getur maður sagt, já, ósiðum bara. Og tekið upp betri siði og háttu. Hann er ekki lengur þessi stjórnsama manneskja sem vildi helst að allir litu sér og allir gerðu það sem að þessum og hinnum datt í hug. Slíkt fólk býr við frelsi það sem mönnum er gefið, öðrum mönnum er gefið það líka. Þarna stjórnsemi, hún á ekki við. Orðið hæ má alveg heyrast. Það má alveg heyrast. En við erum náttúrulega alvöru íslenskar tungur og við erum nú heldur að menn bjóði bara góðan dag. Þetta er gott málfar. Hvað með hinn sem við bara segja, sett hæ? Leifum honum það bara. Því það skiptir ekki máli. Hæ er betra heldur en að strunsa framhjá náunganum á þess að yrða á hann. Í þungum þöngum og horfandi í gólfið. Við höfum nú séð svoleiðis. Það getur vel verið að sé margt hægt að finna mér. Ég þó býð nú yfirleitt góðan dag. Og ég hef alltaf verið þannig alveg sem ég man eftir mig. Þá
allavega boði góðan dag sem að hitti fólk í fyrsta skipti þann daginn, og það góður siður. Það siður sem að við Íslendingar og allir í heiminu náttúrulega, þetta allstað sama, bjóða góðan dag hvoru öðru þegar þið sjást í fyrsta skiptið í deginum. Þeir gerðu það í gær og svo bara út árið, en svo kom þessi dagur og þá kom þetta góður dag og góðan daginn, en hæ, og setti á þig krumpu, en ekki lengur vegna þess að þú hættur að vilja vera þessi stjórnsama manneskja og þú farin að sætta þig við það að þú ráðir ekki yfir öðru fólki. Kannski var þetta högg þegar þú komst að því að þú ert manneskjan sem lítur á sjálfan þig sem sá sem veit og skilur. Þú ert reyndar einn þá skilgreiningu, en það allt í lagi, þú ert þó allavega einn með hana. En svo fórstu nú að sjá ýmislegt og að því þú vill þroskast og svo kom trúin inn í þetta allt saman og hún fór að skýra þetta út fyrir þér betur. Og þú segir, Drottinn, gefðu mér kærleika. Og Drottinn elskar að gefa okkur kærleikan, vegna þess í kærleikanum fæðist fram þessi merkilega umburðarlyndi. Við erum umburðarlynt fólk, en þó við séum umburðarlynt fólk er fráleitt að við tökum undir allt sem að fólk að segja. Það er ekki það sama og ganga veg trúarinnar. Okkar hlutverki er, og haltu við nú, að benda á ranglætið þar sem það er framsett. Það er bara hlutverkið okkar. Og við eigum að verja lítilmagnan. En sumra er siður að taka þátt í að ofsækja lítilmagnan. Og hver er þá orðin lítilmagni þegar svoleiðis er? Það sé nú ekki bara sá sem ofsækir hann, sé nú bara meiri lítilmagni en þann sem hann er að herja á. Ég reikna með því. Þannig það er ekki allt sem sýnist. Og þetta er eitt af því sem að Drottinn vill að við höfum ofarlega í huga. Og hann gaf okkur þennan dag til að við hefðum þetta, ekki neðstu skúfu og læstri skúfu, heldur á efstu skúfu og hún opin, veist það hverju? Þá léttur leikur að teygja sig eftir henni og fara yfir atriðin. Það heitir upprifjun og upprifjunin er alltaf mjög gott að vera undir. Það þekkja allir sem að hafa numið og við erum náttúrulega öll á þeim stað að hafa numið alls konar. Og við munum þegar við vorum í þessum lærdómi þá setti kennarar okkur stundum í að rifja upp. Og meira segja við, þessi skrópagemlingar sem voru nú bara í að skrópa ef við gátum, við kendum nú að þetta væri nú bara býsna góð leið. Að sannarlega þyrftum við á því að halda að rifja örlítið upp, auðvitað það sem við höfðum áður lært. Það er ekki til neins að vera að rifja eitthvað upp sem við höfum aldrei lært. Það er ekki sanngjarnt. Það er einmitt þetta sem að orð Guðs gerir. Það kemur með massífa kennslu, magnaða kennslu sem að virkilega tekur og snertir hjartað, en svo kemur það líka með upprifjunina. Og það er alveg eðlilegt
Það hafi gengið út kennsla eftir kennsla eftir kennsla. Það er búið að kenna rosalega mikið, en það var líka verið hellingur af upprifjunum. Og við segjum að við þurftum á því að halda að fá hana til okkar. Af hverju? Vegna þess að hún er upprifjun. Og hún hjálpar okkur til að muna svo margt. Muna svo margt. Það er ekkert annað en vísbendingum, þetta er mín og þín, að ef það líður of langt á milli, þá fer nú eitthvað að detta út. Og það er ekki það sem Drottinn vill, að neitt frá sér detti út. Þess vegna er hann með stöðuga upprifjun. Stöðuga upprifjun. Hann er með stöðuga kennslu, ekki í hverju sem er, heldur í sínu orði. Og svo áréttar hann kennsluna með upprifjun. Og þá styrkist ýmislegt sem að við vorum búin að pæla í og vakti okkur áhuga. Svo kemur upprifjunin og þá er mögulegt að orðið sjálft sé búið að vinna, undirbúið eitthvað jarðveginn. Svo kemur upprifjunin og þá kemur skilningurinn. Og það er styrkur orðsins þegar skilningurinn er komin með. Þetta vil segja mér og þér það, eins og við höfum oft talað um hér, við skulum bara leyfa Guði að vera Guð. Við skulum ekkert vera neitt að setja honum stólinn fyrir dyrnar, heldur skulum við bara taka við því sem hann vill kenna, af því að hann er hinn eini sanni kennari. Þó að ég hverfi úr þessu embætti, þá er ekki þar með sagt að orð Guðs hætti að heyrast. Manni finnst það stundum að menn hafi þó skoðun bara í sannleika að þegar þeir fari þá detti þetta allt niður. Það er svo margt sem menn er að pæla í. Við gleymum nefnilega alltaf því, svo oft ekki alltaf, að Guð er eilífur Guð. Hann segir, Konráð, ég er. Og það er þessi dagur í dag. Hann segir, ég er í þessum degi. Og hann segir líka, þú þarft ekki að fara upp í himinn til þess að sækja mig. Þú þarft ekki að fara á jörðina til að sækja mig. Ég er það sem þú ert. Og ef hann vill þá geta hann útskýrt það með þeim orðum. Ég gaf þér heilagan anda. Og hvað er hann? Í hjartanu þínu. Ætlar að segja mér það að þú getur skilið þetta í hjartað þitt? Ég held þú myndir nú ekki gera þannig. Þannig að það sem er í þér, það fylgir þér. Orð Guðs er í þér. Lifandi Guð er í þér, heilagur andi er í þér og allt þetta er þar sem þú ert. Þannig afsökunin er dottin út. Þannig þú getur bara hafist handa hér og nú. Og það er ein hvatningin sem að við, þetta ágæta trúaða fólk, gefum hvort öðru, því að þetta er hvatningin sem Drottinn vill að við segjum. Hann vill að sitt fólk hvetji til dáða og verka, til meiri dáða og betri verka. Og hann er ekki að tala um neitt annað en betri verka í Jesú nafni.
Þetta fórstu nú alveg með það, segir einhver. En þetta það sem að Drottinn vill að þú gerir. Og þegar þú áttar þig á því að trúin alvöru, þá fer það vilja absolutt gera þetta með herraðinu. Og hver þá herraðinn? Hann heitir Jesús. Hann sá sem settur var á krossin, neldur þar, þurfti að ganga í gegnum alls konar píslir, en þó ekki fyrir en að hann var búinn að gera allt sem hann vissi hann átti að gera, þá sett hann sitt eigið líf fram. Takið ég það nú. Það var að horfa á mig. Það var að horfa á þig. Það var að horfa á kynslóðirnar hver eftir annarri þangað til hann stígur niður og tilverður þetta yndislega 1000 ára ríki. Það er mjög gott að taka þetta 1000 ára ríki inn í myndina annars slagið, því að við höfum að nota það í ræðu okkur riti sem hressir fólk. Er það ekki hressandi að vita það að þetta 1000 ára ríki á eftir að koma? Mér finnst það hressandi. Sjáðu umræðun í dag. Loftslagið, flóð, eldgos. Þetta er alltaf verið búið. Við þurfum að stoppa bíldruslurnar okkar. Við þurfum að stoppa bátsvélarnar og flugvélarnar og knýja þetta allt grænni orku svo kallaðri, rafmagni. En ég segi, Drottinn hefur talað og ég skal trúa því frekar heldur öllum þessum sögnum. Hvað get ég gert í því? Þó fólk sé að velta áhyggjum út af loftslaginu, þetta sé bara allt búið. Ég get bara ósköp lítið gert í því. Nema bara það sem ég er að gera hér. Boða lifandi Guð. Hressa fólkið með því að það er framundan tilgangur. Að Drottinn mun síðastur tala, hann mun gera það sem hann segir, og eitt af því sem hann segir ég stofna 1000 ára ríkið. Þannig að þetta er ekki að vera búið. En hann spyr hver margir munu finna trúna þegar mannssonurinn kemur. Ég veit það ekki. Ef ég verði upp á þeim tíma, þá vil ég fá að veifa minni trú. Og þú ætlar að gera það með mér. Þess vegna þarfum við, ég og þú, að við erum þenkjandi trúað fólk, að láta okkur muna í trúboðinu einkum og sérilagi í dag. Og við erum upptekinn þar, en við erum ekkert endilega að mæðast yfir því þó komi alveg svakalega stórt skemmtiferðaskip sem leggst upp að bryggju rétt hjá barnaheimili og blessaðar fóstrunar kvarta, hann er svona mengunni skipi hérna, maður ekki að væra þetta. Skipi var ekki fært. Kannski kom það aldrei aftur, ég veit það ekki. Það er svo sem ekkert gaman að vera með spúandi reyká og olíufnekin í nágrenni, það er svo sem ekkert skemmtilegt. Það er líka margt annað sem er ekkert endilega svo skemmtilegt. En við þurfum nú samt að láta okkur hafa. Við byrjum á því að tala afskiptasemi. Er þetta ekki bara svona angi af perringi og afskiptasemi?
Ég held það. Drottinn er snillingur í því að koma við kaunin á okkur með jákvæðum hætti. Það kann hann betur öllum öðrum. Hann kemur við kaunin á þér, en þú ert ekkert fyrirfram gefið að þú munir móðgast, krumpast í andlitinu. Þegar hann kann á þér lagið. Hann veit hvernig hann má tala við þig. Og hann gengur ekki lengra en hann segir sjálfur sjá að má. Sumt má ekki við þig. Og Drottinn er ekki þar. Það verður það. Því að það sem hann gerir skal allt miða að uppbyggingu og ég er í hans þjónustu, þú ert í hans þjónustu og málfar okkar skal því allt miðast við að sá sem heyri byggist upp. Og að því þú ert að gera vilja Guðs, tala út orðin sem hann vill að þú talir út, þá komu þau tilbaka. Og hvað? Þau verða þér líka sama blessun og þeir sem heyrðu fengu. Strangt til tekið, þá eru þetta ekki þín orð eða mín, þetta er það sem Jesús sjálfur er að tala. Hvernig tekur þú þessu? Já, ég sé nú bara konungala. Það er rétt, Konni gamli er að tala. En Konni gamli á í sér heilagan anda og veistu hvað? Jesús notar hann. Og líka í þér. Þetta er beintengt himninum. Þannig við erum að grænni grein. Við höfum ekki áhyggjur að loftslags vánni. En við vildum að þessi umræða væri ekki. Og við getum alveg viðurkennt að það er ástæða fyrir henni. Allt vegna handvammar mannsins. Þessi loftslagsvá er tilkomin að handvömm mannsins. Handvömm að því leytinu til að hann framleiðir og framleiðir og framleiðir og framleiðir bíla í 100 milljóna tali og gerir allt til þess að selja þá. Og þessi litlu og stóru bílar er eins og maurar á ferð, ef þú sér það á loftið, þá bara er þetta eins og maurar. Allur heimurinn, mest allur heimurinn er undirlagður þessu. Og hver maur, segir það, gefur frá sér ákveðin útblástur og þetta stígur upp. Einu sinni var talað ósonlagið, menn eru hættir að tala um það. Einu sinni töluðu menn gat á ósonlaginu, en menn eru hættir að tala um það. En samt er ósonlagið þarna ennþá. Og ef þetta fór þá upp í þetta ágæta ósonlag, þá fer þetta áfram þangað. Þannig það er við ramman reip að eiga. En við erum ekki þarna. Við bara lofum okkar Guð. Við segjum frá lífinu. Við segjum frá því að við séum hér aðeins stutta stund. Svo förum við hérðan. Og það þarf ekki miklar útskýringar til að sjá það. Horfðu bara yfir hópinn sem þú þekkir. Hve margir af þeim eru farnir. Þú segir allt of margir. Svo einn daginn ferð þú líka og ég.
En ég hins vegar veit, ég vona að þú vitir það fyrir þig, ég hins vegar veit hvar ég lendi. Ég mun lenda hjá Drottni. Inn í eilífa lífinu þar sem hann er. Og strákarnir sá hann stíga upp eftir upprisuna, eftir 40 dagana sem hann var hérna á jörðinni eftir upprisuna, þeir sá hann stíga upp til heimis. Og við erum að tala um hann heitir Jesús, sem settist þá við hægri hönd lifandi Guðs og er þar enn. Já, hann er að horfa á konna galna. Og hann er að kannski hnippir í pappa sinn og segir, hann er byrjaður að konni. Hann klikkar ekkert, segir faðurinn. Hann er kannski líka að tala um þig. En þetta er að fá góð meðmæli, er það ekki? Þetta er að fá eftirsóknarverð meðmæli. Allavega finnst mér það. En, ég veit ekki hvað ég er búin að tala, það er komið kannski á annan tíma, ég veit það ekki. En hérna, ef ekki að segja þetta bara gott, þetta er búið að vera alveg prýðileg ræða og verið einstaklega skemmtilegt eiga við hana og við höldum þessu góða verki Drottins áfram. Amen.